Það Glódís, liðið komið saman hérna í Belfast fyrir leikinn gegn Norður Írum á morgun. Bara svona, hvernig ert þú stemmd? Bara mjög vel. Það er gaman að koma aftur saman með hópinn og erum náttúrulega að fara að spila 2 gríðarlega mikilvæga leiki. Þannig að við erum bara vel stemmdar og spenntar fyrir komandi átökum. Bara, hvað í húfi í þessum 2 leikjum? Það er náttúrulega bara að halda okkur í A-deild. Það er klárlega mikilvægt upp á næstu undankeppni fyrir HM og það er stór draumur hjá mörgum okkar að komast þangað, þannig að það verður gríðarlega mikilvægt fyrir okkur að halda okkur í A-deild. Það gefur okkur miklu betri möguleika á að komast þangað. Hvernig hafa bara æfingar og svona takturinn í hópnum verið bara í vikunni? Bara mjög góður. Erum að fá inn svolítið nýja raddir og nýja sýn frá nýjum þjálfurum í teyminu og það er bara flott og hefur gengið vel og gaman að fá svona nýja punta og nýjar áherslur. Hvað koma Óli og Amir með inn í þetta? Ég segi, kannski bara fyrst og fremst svona ferskan blæ, nýja sýn, eru búin að fylgjast með lengi utanfrá og það getur oft verið sterkt að fá þannig þannig sjón á hvað maður hefur verið að gera og þannig að það er bara flott og Óli kannski sérstaklega með sóknarleikin hefur verið að koma með góða punta þar. Líka 3 nýliðar, bara leikmenn, svona ferski vindar, hvernig finnst þér þær hafa komið inn í þetta? Bara ótrúlega vel og hafa bara smollið inn í hópinn gríðarlega vel og bara ótrúlega hæfileika ríki leikmenn og gaman að fá inn svona gríðarlega ungar eins og svo Telmi sérstaklega og hún bara er flott karakter og gríðarlega góður leikmaður, þannig að það er gaman að sjá hvort að hún fá tækifærið og nýti sénsinn sinn. Svona aðeins að leiknum á morgun, bara svona hvernig leik býstu við? Ég býst við að þetta verður svolítið baráttuleikur. Þær eru svolítið þekktar fyrir að vera fastar fyrir og klárar í baráttu og kannski svona meira direkt heldur en lið sem við höfum verið að spila við undanfarin ára, því við náttúrulega erum að spila í A-deild í þjóðadeildinni og erum alltaf að spila við þjóðir sem eru með mikið possession og vilja spila svona nútíma tiki-taka fótbolta og ég held að þær séu kannski aðeins meira svona í þessum gamaldags sparka langt, vinna fyrst og annan og eru kannski ekkert allt of mikið að reyna að gera eitthvað allt of fallegt, þær eru bara að reyna að ná í úrslit. Þannig að þetta er svona, þið þurfa kannski að taka frumkvæðin á vellinum eða eitthvað? Já, algjörlega, við þurfum bara að spila leikinn og erum búin að fara vel yfir þær og erum búin að undirbúa okkur vel á æfingum og erum klárar í hvort sem ef að reyna að spila þá ætlum við að reyna að vinna boltana hátt á vellinum og ef ekki þá verðum við að vera klárar í þessa baráttu. Hvernig svona metur möguleikana? Er það miklir? Bara á sigri á morgun? Auðvitað gerum við kröfu á okkur sjálfar að vinna þessa leiki og eins og ég segi, þetta er kannski svona öðruvísi eins og við höfum verið að fara inn í leiki síðastliðin ár þar sem að við erum kannski svona að koma inn í þá sem svona underdogs af þessu leiti og þetta er öðruvísi leikur, þetta er leikur sem við vitum að við ætlum að vinna og við eigum að vinna og við gerum auðvitað bara kröfu á að við höldum okkur í A-deild saman hvernig við gerum það. En nálgunin þá fyrir leikin, er hún eitthvað öðruvísi þá fyrir þennan? Nei, í rauninni eins og við segjum alltaf við förum í alla leiki til að vinna en við kannski búumst við aðeins öðruvísi leikmynd og vonandi getum við verið mikið með boltan og skapa okkur mikið af færum en eins og segjum við verðum að vera klárar í allt, við vitum ekki hvernig leikvöllurinn er, við vitum ekki hvernig leikurinn spilast, eins og segi þær eru góðar í því sem þær gera en þetta er pínu öðruvísi en við erum vanar. Kannski aðeins að þér bara í Þýskalandi, bara frábær byrjun hjá Bayern á tímabilinu? Já, við höfum byrjað bara tímabilið mjög vel og erum með nýjan þjálfara og svona pínu ekki mikið, smá breytingar og erum svona að reyna að aðlagast það í hvernig hann vill að við lítum út á vellinum en já, við höfum verið að ná í úrsliti í deildinni sem hafa verið góð og erum bara á góðu róli þar en margt alltaf sem má fara miklu betur. Þú sjálf komst ekki við sögu í síðasta leik, svona bara hvers vegna? Bara ég er búin að vera smá í brasi með hnið á mér, búin að vera með einhverja bólgur og eitthvað svona leiðindi þannig að við höfum bara verið að passa upp á heildarálagið og að því ég spilaði 90 á 50 þá ákveðu bara að ég myndi hvíla þennan leik. En þú ert klár að slæðina morgun eða hvað? Ég er klár að slæðina morgun. Takk.